Pýþagórasarregla er regla sem á við rétthyrnda þríhyrninga. Rétthyrndir þríhyrningar eru þríhyrningar sem eru með eitt rétt horn. Hinar tvær hliðarnar sem snúa að rétta horninu köllum við skammhliðar og hliðin sem að snertir ekki rétta hornið sem er hérna köllum við langhlið. Þessar tvær geta verið jafnlangar en þessi hérna er alltaf lengst. Af því að rétt horn þýðir að hin hornin eru samtals 90 gráður og þar af leiðandi getur þessi hlið ekki orðið styttri heldur en þessar tvær. Það er svolítið flókið að sanna það algjörlega. En við skulum kalla þessa skammhlið A, þessa skammhlið B og langhliðina C. Það skiptir í raun ekki öllu máli hvor skammhliðin er A og hvor er B, en það skiptir öllu máli að vera með á hreinu hver langhliðin er. Og reglan er þá A í öðru pluss B í öðru er jafnt og C í öðru. Og hvað get ég gert með þetta? Jú, ef ég veit tvær hliðar í þríhyrningi, við skulum segja til dæmis að við séum með þríhyrning hérna sem að við vitum að þessi er 3 og þessi er 4, en við vitum ekki hvað þess er. Þá set ég bara upp jöfnu og því ég veit að skammhliðarnar 3 í öðru pluss 4 í öðru er jafnt og 5 í öðru. Þá bara þarf ég að þetta átti að vera x í öðru sjálfsögðu, af því ég veit þetta ekki ennþá. Ég veit reyndar að þetta er 5 en það er annar mál. Og þá leysi ég bara út úr þessu. 9 pluss 16 er jafnt og x í öðru. 25 er jafnt og x í öðru. Síðan tek ég kvadratroot báðum megin. Hún styttist út hér. X er jafnt og 5. Þannig að þetta er jafnt og 5. Ég get líka notað þetta til þess að finna aðra hvora skammhliðina. Það er í raun alveg sama hvaða tvær hliðar ég veit. Ef ég veit tvær, þá get ég fundið þá þriðju. Og ég þarf í raun að nota bara reglur að leysa jöfnur. Til dæmis ef ég veit að þessi er 6, ég veit ekki þessa og þessi er 10. Þá ger ég 6 í öðru pluss x í öðru átt að vera er jafnt og 10 í öðru. 36 pluss x í öðru er jafnt og 100. X í öðru er jafnt og 100 mínus 36. Þá dreg ég 36 frá hérna báðum megin. Þá styttist það út hérna. X í öðru er jafnt og 64. Þegar kvadratroot báðum megin x er jafnt og 8. Ég þarf í raun ekki að gera pluss mínus eða neitt, ég er alltaf að vinna með lengdir. Lengd er aldrei mínus. Þannig að þetta er jafnt og 8. Ég get líka notað þessa reglu ef ég veit allar þrjár hliðarnar til þess að athuga hvort hann sé rétthyrndur ef að það er ekki sagt. Og þá þarf ég að prófa að setja skammhliðarnir í annað veldi, leggja það saman og gá hvort það sé langhliðin í öðru veldi. Ef að það er það sama, þá er hann rétthyrndur, ef ekki, þá er hann ekki rétthyrndur. Þetta er hin fræga Pýþagórasarregla.